Aldrei hefur verið lagt hald á eins mikið kókaín og í fyrra, rúmlega 106 kíló. Sífellt fleiri reykja kókaín sem kallast á krakk og efnið afar ávanabindandi. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funduðu með utanríkisráðherra Bandaríkjanna í dag. Ráðherrann segir fundinn einan ekki leysa vandamál þjóðanna en hann sé upphafið að friðarviðræðum. Móðir sem hefur nýtt sér þjónustu foreldrahúss segir átakanlegt að því verið lokað vegna skorts á fjármagni. Foreldrar barna í vanda þurfi stuðning. Tilkynningar netsvik nær fjórfölduðust á einu ári og talið að aðeins minni hluti rati til lögreglu. Nú hægt að tilkynna netsvik og tilraunir til þeirra á vefsíðu lögreglunnar. Notkun nagladekkja óheimil frá og með morgundeginum. Starfsmenn dekkjaverkstæða segja landsmenn marga hverja að snemma í því. Vertíðin hafi byrjað af fullum krafti fyrir helgi. Það bara búið að vera alveg uppbókað, alveg bara hver einasti tími. Komiði sæl. Hald var lagt á rúmlega 2 sinnum meira kókaín hér á landi í fyrra en árið á undan. Aldrei hefur verið lagt hald á svo mikið af kókaíni, sífellt fleiri reykja efnið sem kallast á krakk. Það bara búið að vera krakkfaraldur. Það er aðalega þráhyggjan í krakki. Það þessi þráhyggja að þú trúir því að þú þurfir alltaf einn í viðbót, bara einn smóki viðbót, bara eitt stykki viðbót. Krakk kókaín sem blandað með ákveðnum hætti svo hægt sé að reykja efnið. Helmingur skjólstæðinga Matthildarsamtakana reykja krakk reglulega. Samtökin sérhæfa sig í að aðstoða þá sem reykja vímuefni. Síðan erum við með hópa fólki sem bara með mjög mikinn kókaínvanda og með mikla þráhyggju. Margir tala um þetta sem svo himnarnir opnist. Þessi mikla neysla á krakki skýrir að minnsta kosti að hluta hvers vegna eins mikið af kókaín flutt til landsins og raun ber vitni. Í fyrra var hald lagt á rúmlega 106 kíló af kókaíni sem var rúmlega tvöföldun frá árinu áður. Það var bara hreinlega sprenging á síðasta ári í fjölda stórra innflutningsmála sem kom í gegnum sérstaklega Keflavíkurflugvöll. En í raun og veru til lengri tíma að þá virðast þessar haldlagningar ekki skila miklu. Og í fréttaskýringaþættinum Kveik í kvöld verður fjallað stríði gegn fíkniefnum á Íslandi og stóraukna neyslu á krakki. Þátturinn hefst klukkan 20:15. En 6 voru handteknir í viðamiklum aðgerðum lögreglu í gær í tengslum við innflutning á verulegu magni af sterkum fíkniefnum. 3 hafi verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald. Hinum hefur verið sleppt úr haldi. Samkvæmt heimildum fréttastofu mennirnir grunaðir að smygla efnunum til landsins með Dettifossi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild, vildi ekki veita frekari upplýsingar og sagði rannsóknina á viðkvæmu stigi. Og til útlanda. Fulltrúar Ísraels og Líbanons hittust á fundi í Bandaríkjunum í dag, þeim fyrsta augliti til auglitis í áratugi. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir fundinn upphaf ferlis friðarviðræðna og að ekki sé hægt að leysa öll vandamál í dag. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tók á móti Yehi Leider, sendiherra Ísraels í Bandaríkjunum, og Nata Hamadeh, sendiherra Líbanon í Bandaríkjunum, í utanríkisráðuneytinu í Washington í dag. Ríkin 2 hafa tæknilega séð verið í stríði í áratugi og þetta fyrsti beini fundur fulltrúa þeirra síðan 1993. Líbönsk stjórnvöld vilja tryggja vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Ísraelar vilja að samtökin verði afvopnuð og varanlegan frið. Leiðtogi Hezbollah hafnaði friðarviðræðum og fór fram á að fundinum yrði aflýst. Hezbollah samtökin í Líbanon sem bandamenn Írana hófu að gera árásir á Ísrael stuttu eftir að stríðið hófst í lok febrúar. Síðan hefur verið mikill þungi í árásum Ísraels hers á Líbanon. Herinn hefur drepið yfir 2000 manns og yfir 1 milljón hefur hrakist á flótta. Rubio sagði fundin í dag ekki leysa djúpstæð deilumál milli ríkjanna. This is a process, not an event. This is more than just one day. This will take time, but we believe it is worth this endeavor, and it's a historic gathering that we hope to build on. And the hope today is that we can outline the framework upon which a permanent and lasting peace can be developed.
Friðarviðræður Írana og Bandaríkjannamanna gætu hafist aftur næstu daga í Pakistan. Þetta sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti við bandaríska fjölmiðlið New York Post í dag. Viðræðurnar runnu út í sandinn helgina. Bandaríkjaher hóf í gær að hindra för skipa til og frá Íran Hormúzsund. Stjórnvöld vonast eftir því að herkvíin setji þrýsting á hagkerfi Írana, en það háð útflutningi á olíu og gasi. Miðlæg stjórnstöð Bandaríkjahers segir engin skip hafa brotið herkvína, en BBC hefur staðfest að nokkur olíuskip tengd Íran hafi samt sem áður siglt Hormúzsund, sem ein mikilvægasta siglingaleið heims. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur, vertu velkomin hingað til okkar. Hvernig horfa svona aðgerðir við alþjóðalögum? Fyrst ber kannski að nefna að það gilda ákveðnar reglur í svona sundum eins og Hormúzsund, samkvæmt hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, sem eru mjög svona hliðhollar siglingum. Vandamálið er að Íran, Bandaríkin og Ísrael ekki aðilar að hafréttarsamningnum. Þannig þá gildir venjuréttur og þessi þrjú ríki þau deilum venjurétt á þessu sviði. Og þetta eitt flækjustigið. Næsta flækjustigið er þá að svona herkví eða happan eins og þetta er kallað, að þá gildir annað regluverk, regluverkið stríðsátök. Og það er það sem er þarna, og þetta er svona klassískt regluverk sem er á og til gripið til í hernaðarátökum. En ljóst hvernig Bandaríkjamenn ætla að framfylgja herkvíni? Sko, það er lykil skilyrði ef þetta er sett á, er að þetta sé framfylgt. Það er númer 1, 2 og 3, það er aðalreglan. Og þá ekki að mismuna skipum, þar segja að þetta er bann gagnvart öllum. Og meðan við að það hafa verið samkvæmt fréttum að skip verið að fara í gegn, þá virðist vera að það sé ekki vera að framfylgja banninu almennilega, sem þýðir þá að það einhver myndi segja að veri þá ólöglegt. En hvað er þetta að ráða í með framhaldið? Með framhaldið, sko, það er svolítið þetta að Bandaríkjamenn hafa ævinlega verið miklir talsmenn siglingafrelsis út frá svona viðskiptahagsmunum. Og hafa verið að grípa til ýmissa aðgerða sem eru ekki í samræmi við þetta regluverk hafsins sem Bandaríkjamenn hafa barist við að koma á og svoleiðis haldið uppi með hörku. Þannig að þetta er allt mjög öfugsnúið. Þetta er allt mjög öfugsnúið. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur, takk samt kærlega fyrir að koma og reyna að útskýra þetta fyrir okkur. Og við snúum okkur þá allt öðru. Móðir sem hefur notið ráðgjafar og stuðnings hjá foreldrahúsi segir átakanlegt að stjórnvöld ætli ekki að halda úrræðinu opnum. Börn með fjölþættan vanda vilji aðstoðana sem þar í boði. Ég er móðir stúlku sem myndi flokkast sem barn með fjölþættan vanda. Og þetta eru oft mjög flókin mál og hennar mál svo sannarlega eitt af því. Löng saga sem hefur svona smá saman undið upp á sig. Eins og hún getur verið stórkostleg stelpa, þá hefur hún afvegaleiðst og þróað með sér mjög alvarlegan vanda sem hefur haft áhrif á alla fjölskylduna. Dóttir Sigrúnar Birnu er nýorðin 18 ára og glímir við geð- og vímuefnavanda. Yfirþyrmandi úrræðaleysi hefur mætt Sigrúnu Birnu frá því vandi dóttur hennar gerði vart við sig á fyrstu árum í grunnskóla. Við höfum leitað til sálfræðinga, við höfum fengið stuðning hjá fjölskyldun okkar, við höfum fengið stuðning við höfum farið í gegnum MST og barnavernd hefur verið inn í málum hennar, en það hefur ekkert dugað til og við erum alveg meðvituð það að það er ekkert eitt sem að mun leysa allan vandan. Starfshópur forsætisráðherra kynnti í mars tillögur samþætta þjónustu við börn með vímuefnavanda. Í yfirliti yfir þau úrræði sem í boði hvergi minnst á foreldrahús. En í tillögunum kemur fram að skortur sé á sérhæfðum úrræðum fyrir börn með geð- og vímuefnavanda. Sigrún Birna fekk tíma hjá foreldrahúsi innan sólarhrings frá því hún sótti í gegnum barnavernd í sínu sveitarfélagi. Það breytti rosalega miklu. Aðferðafræðin þeirra er allt öðruvísi en við erum vanar. Það svona heildrænt stuðningur. Það samtal við mig og pappanar, við hana sér
Hún á svolítið sína trúnaða vinkonu og sem hefur verið að nota áhugahvetjandi samtal til þess að fá það fram hjá henni að hún þurfi að kannski bæta málunum sínum á sínum eigin forsendum. Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála gerði úttekt á starfsemi foreldrahús í fyrra. Samkvæmt henni ánægja með þjónustuna, bæði meðal barna og foreldra, en lagt var til að úrbætur yrðu gerðar á skráningu mála og ráðstöfun styrkja. Foreldrahúsi verður lokað 1. maí vegna fjárskorts. Og það bara átakanlegt því að þetta þjónusta sem ég myndi vilja mjög gjarnan fá vera áfram í. Og ég finn það alveg að þó að manni finnst maður vera með ofsalega mikið af verkfærum heima við, að það þarf að styðja mann sem foreldri bara að halda þreki, að vera í þessari baráttu. Brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr flokki fólksins kom ráðherrum flokksins á óvart. Guðmundur Ingi, þingmaður og fyrrum ráðherra, sagði sig úr flokki fólksins í gær og bar við trúnaðarbresti. Flokksbræður Guðmundar Inga í ríkisstjórn vita ekki til hvaða trúnaðarbrests hann vísar til og segja mikla eftirsjá á honum. Þeir segja ekkert ósætti innan flokksins. Ég veit ekki hvað trúnaðarbrest hann er að vísa til og hann er alltaf velkomin tilbaka og kannski komið tilbaka ef það lag trúnaðarbrest sem hann talar um. Það hafi ekki verið átök innan flokksins. Hann er alltaf búin að vera að gangi gegnum mjög erfið veikindi og hefur náttúrulega verið utan þings í einhvern tíma og svo kom hann tilbaka núna fyrir nokkrum vikum og síðan fáið þar fréttir í þingflokknum í gærmorgun að hann hefur tekið þessa ákvörðun. Mikill missir af Guðmundi. Hann og við lítum á hann ennþá þetta sem bara góðan félaga, mikilvægan félaga í réttindabaráttu þeirra sem að höllustu fæti standa í okkar samfélagi. Heldur þessi afsögn geti tengst, eða þetta ósætti geti tengst ráðherrabreytingum innan flokksins? Það er helst sem mér dettur í hug, en ég veit það ekki. Hver tekur við varaformaðsembættinu? Ég get ekki svarað því. Ég hef ekkert hugsað út í það. Þú jafnvel áhuga gjafakostaður í það embætti? Já, það er alltaf engin hringt í með þá. Ég kem bara ljós. Já, ég er alveg til í það. Tilkynningar til lögreglu netsvik nær fjórfölduðust milli ára og talið að þau séu í raun enn fleiri. Í dag var opnað fyrir sérstakt svæði fyrir tilkynningar netsvik á vef lögreglunar. $0,5 milljarður. Það er upphæðin sem netþrjótum tókst að svíkja út úr Íslendingum árið 2025 samkvæmt lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Það er mun meira en árið 2024. Það var upphæðin tæpar 200 milljónir. Fjöldi tilkynninga rauk líka upp milli ára frá 153 upp í 552. Nú á að auðvelda almenningi að tilkynna netsvik. Þetta er mjög stutt. Ferlið er mjög skýrt og skrefin eru mjög einföld. Förum hérna í tilkynna brot. Þar er hægt að benda á tilraun til netglæps. Fólk fyllir út ákveðið form sem berst beint til lögreglu. Tökum eitt dæmi netsvik. Við könnumst líklega flest við tölvupóst eins og þennan. Hér er reynt að telja mér trú það að það hafi ekki tekist að skuldfæra greiðslu fyrir pláss í skýi. Þar sem við getum til dæmis geymt allar myndirnar okkar. En þegar betur er aðgáð þá er netfang sendandans afar grunnsamlegt. En svo er það eiginleg fjársvik, mál þar sem óprútnum aðilum hefur tekist ætlunarverkið. Og þetta þarftu að gera rafrænt í gegnum mína síður á Ísland.is. Hérna erum við að tala brot sem kannski í augum kerfisins eru stundum talin minniháttar, stórum mál fyrir þann sem fyrir því verður. Þetta er líka brot sem við vitum að sá sem fyrir því verður fyllist gjarnan skömm og er feiminn við að tilkynna. Þannig að það eru líka skilaboðin hér í dag. Það geta allir orðið fyrir svona brotum. Með nýju tilkynningagáttinni vonast lögreglan til að geta tekið netsvikamál fastari tökum. Landeyjahöfn hefur verið lokuð 73 daga þar sem af er ári. Vestmannaeyingar eru langþreyttir á stöðunni og vilja róttækar aðgerðir. Það er tómlegt að lítast í Landeyjahöfn þessa stundina eins og reyndar flesta daga þetta árið. Það hefur bara verið hægt að sigla hingað nokkra daga þar sem af er ári og eftir óveðri sem gekk yfir landið annan í páskum þá er ekki einu sinni samdæluskipið geta komið hér að. Það tekur 35 mínútur fyrir Herjólf að sigla í Landeyjahöfn samanborið við tæpar 3 klukkustundir í Þorlákshöfn.
Bilun í Herjólfi veldur því að nú tekur sigling rúmlega 3,5 klukkustund og aðeins eru farnar 2 ferðir á dag í stað 7. Vestmannaeyingar eru langþreyttir á stöðunni. Þetta alltaf sama vesenið. Þetta bara hundfúlt að þurfa að standa í þess að þurfa alltaf að sigla hérna út á Lónsöfn. Þetta ekki bjóðandi lengur. Þær Erla og Hrafnhildur voru nýkomnar í land og að fara að spila fótboltaleik. Þær orðnar vanar margra klukkustunda ferðalagi. Það bara fínt, myndi ég segja, en það væri alveg hægt að finna betri lausn á þessu. Já, maður vanur þessu núna, en þetta alveg svolítið slæmt, það langur tími. Hvað viltu sjá að gerist? Já, sé gert eitthvað róttækt í Landeyja. Það horfum kannski til betri tíma núna við erum að fá alvöru dýpkunarskip því að hérna Ásnesi hefur náttúrulega enga burði til þess að sjá þetta. Vonandi lagast af við það. Svo náttúrulega horfum við á göngi. Vonandi bara verður það sannleikur. Já, þetta er mikil áhrif líka bara á atvinnulífi í Vestmannaeyjum. Það þarf að koma hér aðföngum frá og til eyja, þannig að þetta er hellingur sem er undir í þessu. Svo setjum við uppi með þetta. Alltaf fullt af sandi. En þetta er bara mjög þreytt fyrir svona samfélagi eins og okkur. Það skulle ekkert vera gert róttækt í þessu. Hvað farið þið oft í land í mánuði? Maður fer bara ef maður nauðsynlega þarf. Annars er maður að fara oft ef það er landaði, þá er maður að fara upp á land og njóta þessum helgar að vera einhvers staðar á ferðinni. En maður gerir það ekki meðan ástandið er svona. Innviðaráðuneytið hefur framlengt ríkisstyrkt áætlunarflug til Vestmannaeyja 2 vikur til viðbótar vegna stöðunnar. Danska straumfræðistofnunin rannsakar straumana fyrir utan Landeyjahöfn og niðurstöðu þeirra rannsóknar er beðið. Ráðherrann segir óvíst hve langan tíma viðgerð á Herjólfi taki. Ein vélin í Herjólfi biluð, hann þarf að fara í viðgerð. Þá er spurning hvort að Baldur er varaskip Herjóls og svo erum líka með Herjólf 3 bundið við höfn í Sundahöfn. Þannig að það er annarkvæmt skipi sem myndi leysa af Herjólf. Þetta með Landeyjahöfn, það er náttúrulega búin að vera suðaustaráttir sem eru mjög erfiðar fyrir Landeyjahöfn og það bara að vinna, bara vonst til að það lægist núna með vorinu. Frá og með morgundeginum er bannað að keyra á nagladekkjum. Landsmenn flykkjast því á dekkjaverkstæði til að setja sumardekkin undir og er víða fullbókað næstu vikur. Talsverður erill var á dekkjaverkstæðum í dag. Hjá Nesdekkjum á Breiðhöfða í Reykjavík byrjaði vertíðin á föstudag. Það er bara búið að vera alveg uppbókað, alveg bara hver einasti tími. Hermann segir hátt í 600 bíla hafa komið í dekkjaskipti frá því fyrir helgi. Hann fagnar því að fólk sé snemma í því, fullbókað sé fram í maí. Bara frá, eins og maður segir, bara frá með að opna augun og þá ætlum maður að fara að sofa, þá er maður bara að vinna. Þetta er bara farið vel á stað. Það var mikið að gera í gær og fyrir helgi, föstudag og laugardag og vera rennir í dag. En í augnablikinu er eitthvað smá pása eins og akkurat núna, en annars er þetta bara að fara alveg fullt til bara á morgun. Það byrjaði með látumsáltíð á föstudaginn og svo gærdagurinn mjög gott. Og í morgun bara búin að vera röð alveg frá því klukkan 8. Við reiknum með að fara í svona 200 bíla á dag þegar að kemst almennilega í gang. Tókum 90 bíla í gær og allir verður ekki eitthvað 120-130 bílar í dag. Þannig þú ert mættur hérna á síðasta degi þar sem nagladekk eru leyfileg. Ertu venjulega svona að stemma í því? Nei, þetta var nú bara óvart. Ég var í fríi og svona þetta datt bara inn í hausinn á mér. Bara leið og tækjaður í gefst, þá var ég komin á sumardekkin. Hvað með þetta tímabil fyrir nagladekk? Hvað finnst þér um það? Mér finnst þetta allt í lagi, sko. Það mætti vera stýttur hérna fyrir höfuðborgarsvæðið. Það er nýtt og komið bara auða göttur hérna miklu fyrr. Mér finnst það heldur snemmt fyrir okkur landsbyggðarfólkið. Ég bara persónulega lendi í slæmum akstursskilyrðum í maí. Almennt þetta er að maður þurfi ekkert nagladekk í borginni, en ég held að það sé bara fínt eins og það er. Mér finnst þetta allt í lagi, svo lengi sem þú þarft ekki að ferðast suður og eitthvað svona þeirra snjór, þá finnst mér þetta alveg fáránlegt. Það getur nú alveg snjóa í júní, sko. Nagladekk eru leyfð frá 1. nóvember til 15. apríl. Sekt vegna notkunar nagladekkja utan leyfilegs tíma er 20.000 krónur á dekk. Ökumenn sem nota nagladekk eftir 15. apríl gætu því átt 80.000 króna sekt yfir höfði sér. En yfirlögregluþjónn segir að þrátt fyrir að tímabil nagladekkja sé að ljúka, ætli lögregla ekki strax að draga upp sektarbókina. Við
miðum nú alltaf við aðstæðurnar hvernig þær eru hverju sinni. Auðvitað gott veður akkúrat núna, sólin skín og auðir vegir. En við höfum venjulega miðað við það að taka mið af aðstæðunum hverju sinni. En hvetjum náttúrulega þá sem að ekki þurfa að vera á nagladekkjum að taka þau undan. En höfum öryggi í fyrirrúmi samt sem áður. Danskir nemendur hafa lagt tölvunum og læstarinn í skáp og tekið upp blað og blýant til að minnka skjátíma. Nemendurnir eru einbeittari og muna námsefni betur fyrir vikið að sögn kennara. Du skal finde et hæfte og en blyant, der skal mikkelås. Svona byrja kennslustundir í Tronegårdsskólanni í Hellerup á Sjálandi í Danmörku. Nemendur ná í verkefnamöppu og munda blýantana. Á meðan eru tölvurnar geymdar á öruggum stað. Computerne de inde i skabet her. Kennarar og starfsfólk skólans hófu átak fyrir 1,5 ári til að minnka skjátíma nemendana. Eleverne sad og spillede og lavede andre ting, shoppede og var på ønskeskyen og alt muligt, som ikke har relevans for undervisning. Jeg synes, at eleverne mere nærværende. De mere til stede. Jeg har bedre kontakt til dem, og jeg ser deres øjne mere, end jeg ser deres pander ned mod en skærm. Nemendurnir eru líka hrifnir af breytingunni. Jeg kan egentlig bedre lide at skrive i hånden, fordi at jeg føler, at jeg har lettere ved at huske, hvad jeg skriver ned, og derved også sådan lære mere af det. Jeg synes, at det bliver i hovedet, man kan huske noget mere. Jeg synes, bogstaverne står mere tydeligt, og det er ikke noget sjusk. Man lærer at skrive bedre med skrift, også stave til ord i stedet for på computer. Vi har generelt fået nogle mere, fokuserede og nærværende klasserum. Er det her ikke at gå baglæns i udviklingen at tage computerne og det digitale fra eleverne? Grundlæggende set kigger vi på computeren og AI, ligesom vi kigger på passer og linealer. Altså vi tager det frem, når det giver mening. Så sidder vi alle sammen og snakker til frokost og spiller noget kort eller spiller skak. Jeg synes, alle kan være sammen, og det synes jeg er rigtig fedt. Det har vi lært, fordi at vores computers er låst inde i skabet. Presta- og djáknastefnan var sett í Akureyrarkirkju síðdegis. Stefnan hófst á prósessíugöngu presta og djákna í fullum skrúða frá menntaskólanum á Akureyri niður Eyrarlandsveginn og í Akureyrarkirkju þar sem messað var. Stefnunni lýkur á fimmtudag. Staðan á heimsmálunum var til umræðu og lýst var yfir þungum áhyggjum af styrjöldum, ofsóknum og mannréttindabrotum. Til umfjöllunar var meðal annars hvernig kirkjan getur verið til staðar fyrir þau sem þjást á þessum tímum og hvernig hún getur lagt sitt af mörkum við að miðla sátt og von. Við erum náttúrulega bara að ræða einingu kirkjunar og á sama tíma erum við að ræða náttúrulega eininguna sem kemur bara með friði og það er náttúrulega nóga stríðsógnum í heiminum og við erum svona að vilja mótmæla mannréttindabrotum og virða mannhelgi alltaf. Þannig að við erum að ræða þá. Við leggjum fram, ég og kollegi minn Magnea Sverrisdóttir djákni, ályktun þess efnis þar sem við hvetjum í raun og veru allt kirkjufólk til þess að biðja fyrir friði, sameinast í bæn fyrir friði og við náttúrulega styðjum enn frekar við allt hjálparstarf bæði innanlands og erlendis og þetta er þetta sameinast í bæn og að vera sjálf þessi vegur friðar. Kosningaumfjöllun RÚV fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem framundan fer formlega af stað í kvöld með fyrstu oddvitaumræðum af mörgum. Stígur Helgason, við erum að byrja í einu af stóru sveitarfélagunum. Já, við ætlum að vera í Hafnarfirði í kvöld og ég held að það sé alveg hægt að lofa fjörugum umræðum þar. Þetta er náttúrulega þessi gamli kratabær þar sem sjálfstæðismenn hafa stjórnað í 12 ár með framsókn í undanfarin 8 og þú ert með gamlan pólitískan ref í Guðmundi Árna Stefánsssyni sem hefur einsett sér að fella þennan meiri hluta. Svo eru enn aðrir flokkar sem hafa verið að mælast vel í könnunum. Þannig að það eru mjög margt að ræða þarna. Og hvað svo næst? Á morgun er það Mosfellsbær, klukkan 18:05 á samtengdum rásum útvarps og í sjónvarpi á RÚV 2 og á sama tíma á föstudaginn verður svo Árborg og svo heldur þetta bara fram að kosningum. Við ætlum að fara í 21 sveitarfélag sem er meira heldur en við höfum gert hingað til í svona þáttum. Þetta eru sem sagt 20 stærstu sveitarfélögin í landinu og svo bættum við reynda Grindavík við sem var auðvitað í þeim hópi þangað til bærinn var rýmdur þetta árið. Og það sé eitthvað fleira á döfinni, ekki satt? Já, það er heilmargt. Við erum núna að vinna hörðum höndum að því að klára kosningaprófið okkar sem við hleypum á stokkunum öðru megin við mánaðamót. Það verður svona að einhverju leyti sér sniðið að hverju sveitarfélagi fyrir sig.
þar sem á annað borð kosið á milli framboðslista. Svo verður margvísleg umfjöllun í fréttatímanum hjá okkur, það verður málefna umfjöllun í Kastljósi, samfélagsmiðla fréttamennirnir okkar, þeir ætla að fara í ferðalag landið og kynna sér hvað brennur á íbúum þar, þannig að við hvetjum fólk bara til þess að fylgjast vel með. Byrjum semst í Hafnarfirði í kvöld. Spennandi mánuði framundan, Stígur Helgason, takk hérlega fyrir þetta. Takk. Og nú ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Grindavíkurbær hyggur á skólahald í haust, en Grindavíkur nefnd leggst gegn því. Við ræðum málið í Kastljósi í kvöld. Við kynnum okkur líka nýja aðferð við húsbyggingar sem flýtir fyrir og sparar penning. Í staðis að vera kannski eitt ár að byggja, þá er þetta að reisa húsið á mjög skömmum tíma. Og þá það veðrið, það verður austlæg eða breytileg átt víða 3–10 metrar á sekúndu. Yfirleitt þurrt landið vestanvert en áfram vætusamt austan til. Hiti verður á bilinu 4–9 stig yfir daginn. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Ísland og Úkraína eigast nú við í undankeppni heimsmeistaramóts kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli. Mikið undir. Snorri Steinn Guðjónsson skrifaði í dag undir nýjan samning við HSÍ sem landsliðsþjálfari karla í handbolta. Samningurinn til 6 ára. Og rússneskt íþróttafólk komið með þátttökurétt í sífellt fleiri alþjóðlegum mótum. Við skoðum alþjóðlega íþróttapólitík og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að aldrei hefur verið lagt hald á eins mikið kókaín og í fyrra rúmlega 106 kíló. Sífellt fleiri reykja kókaín sem kallast á krakk og efnið afar ávanabindandi. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funduðu með utanríkisráðherra Bandaríkjanna í dag. Ráðherra segir fundinn einan ekki leysa vandamál þjóðanna, en hann sé upphafið að friðarviðræðum. Móðir sem hefur nýtt sér þjónustu foreldrahús segir átakanlegt að því verið lokað vegna skorts á fjármagni. Foreldrar barna í vanda þurfi stuðning. Tilkynningar netsvik nær fjórfölduðust á einu ári og talið að aðeins minnihluti rati til lögreglu. Nú hægt að tilkynna netsvik og tilraunir til þeirra á vefsíðu lögreglu. Notkun nagladekkja óheimil frá og með morgundeginum. Starfsmenn dekkjaverkstaða segja landsmenn marga hverja snemma í því. Vertíðin hafi byrjað af fullum krafti fyrir helgi. Þessum fréttatíma að ljúka, það komið íþróttum, veðri og Kastljósi. Við minnum á kveik klukkan 20:15 og svo oddvitaumræður í Hafnarfirði að kveik loknum. Leikur Íslands og Úkraínu í knattspyrnu kvenna fer nú fram á Laugardalsvelli og sýndur á RÚV 2 og þar markalaust í hálfleik. En við á fréttastofunni þokkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur, fréttaskýringaþáttur með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. X26, oddvitaumræður. Oddvitar framboða í Hafnarfirði mætast í umræðuþætti. Tækni undur nútímans, The Secret Genius